Rúnar, óhætt að segja seinar í gang en í gang á hárréttum tíma. Já, það má, bara 100% tíma og það svöruðu þegar, sko við vorum ekkert komnar í gangi í fyrrháleik en Grindavík refsaði okkur ekki fyrir það. Ég var alveg krítilegur í hálfleik, bara út af, við tölum mikið að vinna okkur inn fyrir því sem við ætlum að uppskera og mér fannst við bara ekki vinna okkur inn fyrir neinu í fyrrháleik. Og þær náðu okkur í 8 stiga fórustu og 9 stiga fórustu og þá loksins svörum við og á réttum tíma og gott að hleypa mikið lengra og þá bara settum við stór skot og vorum bara hugrakkar á móti þessu góða Grindavíkurliði. Þannig að ég var alveg ótrúlega ánægður með seinni hálfleikinn og þú veist, ég er rennsveittur og þegar þær fóru að berjast eins og ég var að gera á hliðlínunni að þá áttu Grindavík engin svör í sóknarleik sínum. Þannig að ég var ótrúlega ánægður með varnarleikinn í seinni hálfleik, það var lykillinn hans. Það er oft verið að pæla í því þessi þriðji leikur, þessi þriðji mögulega sópleikur. Hvernig er að mótivera liðið þitt í svoleiðis leik? Út af því að þú veist að hitt liðið er náttúrulega uppið innan markfræga vegg og allt það. Já, ég hef alveg verið í þessari stöðu áður og maður lærir af reynslunni. Þú veist að passa sig að fara ekki of hátt. Þannig ég var bara svolítið alveg frá því inn í klefa í Njarðvík að tala við erum bara á leiðinni í bikarleik. Sko. Við erum ekki búin að vinna neitt og við ætlum að mæta þarna og við ætlum að berast meira en þær þó að þær séu baki upp í vegg og reyna að efla þá hugsun. Það er mjög hættulegt að þú kemur eitthvað að ég get farið aftur í Njarðvík og haft þetta þægilegt og það deyr enginn þó að við töpum inn í kvöld. En ég var eiginlega bara að segja að það myndi allt fara til fjandans ef við töpum í kvöld. Þannig einhvern veginn var ég að reyna að kveikja á okkur og mér fannst vel við meðvitaður og rosalega flottur andi og fókus í liðinu í undirbúningnum í gær. En svo, það var bara rosalega dauð stemming í húsinu í kvöld. Sérstaklega í fyrrárunum. Ég bara var að biðja leikmennum að fara og öskra á okkur í stúkunni, kveikja á þessu. Þetta var bara eins og í einhvern sumarbolta. Það vantaði læti og stemmingu og ekki voru við að hjálpa til. En leið og við náðum að kveikja á þessari orku sem er svo mikilvæg í svona leik að þá fannst mér þær sjöðu mér það með augnaráðinu sínu að þær ætluðu ekkert að gefa þeim séns og drápu þeirra vonir með alvöru varnarleik. Eldsnöggt í lokin, tilhugsunin að það verður mögulega Keflavík Njarðvík í úrslitum. Líst þér á það? Eða viltu kannski fá Stjörnuna bara frekar? Þetta er alltaf, ég ætla bara að taka klassíska svarið og segja að mér er bara alveg sama. En alveg eins og Arnar Guðjónsson, þjálfari Stjörnu kvenna hefur sagt að þá, ég er búinn að segja að þær séu ekki betri en Keflavík þar sem hann er með undir 16 og 18 landsliðsmenn á móti allandsliðsmönnum. En Arnar Guðjónsson er búinn að gera ótrúlega hluti með þetta Stjörnunni og þær eru bara illviðráðanlega þegar það er detta í sinn gír bara eitthvað harðduglegasta körfuboltalið sem ég séð. Þannig að hvort sem það verður Keflavík eða Stjarnan þá fáum við bara hörku seríu og bara alvöru úrslitakeppnis andrúmsloft og bara enn og aftur þá bið ég fólk vinsælast að mæta á þessa frábæru leiki og bara mætið snemma, fáið ykkur burger, liðin er að bjóða upp á geggjað umgjörð, nýtið ykkur þetta líka kvennamegin. Maður er að koma inn í sal í dag, leik 3 og það er kortur í leik og það eru einhverjar hræður í stúkunni. Þannig að bara ákall. Það væri frábær körfuboltaleikur í gangi og við þurfum allavega fyrir alla Njarðvíkinga, við þurfum á þessu stuðning að halda. Það hjálpar ekki bara mér, það hjálpar leikmönnunum inn á vellinum til að gíra sig í gang til þess að við náum bara að kreista alla hæfileikana úr okkur inn á vellinum. Takk fyrir þetta var svona eldsnöggt í lokin. Kærar þakkir.